Heil og sæl. Í þessu vídeói þá ætlum við að skoða hvernig við stofnum aðgang að archive.is. Við skulum byrja á að stofna notandanafn og lykilorð og fá þannig aðgang að eigin upplýsingum. Opnaðu heimasíðu archive.is. Veldu tungumálið sem þú vilt nota. Íslenska er sjálfgefið tungumál en þú getur smellt á English ef þér finnst enska henta þér betur. Þegar þú hefur stillt tungumálið sem þú vilt nota skaltu smella á innskráning. Ef þú ert nú þegar með notandanafn og lykilorð þarftu ekki að nýskrá þig aftur, heldur getur þú skráði beint inn með notandanafn og lykilorð. Ef þú ert ekki með notandanafn og lykilorð þá smellurðu á tengilinn nýskráning til að búa til nýjan aðgang fyrir þig. Hér þarf að slá inn nauðsynlegar upplýsingar í tilgreind svæði. Hér sláum við inn fullt nafn. Í reitin notandanafn getum við búið til og slegið inn notandanafn sem við viljum nota til að skrá okkur inn á archive.is. Tölvupóstur, hérna þarfum við að slá inn persónulegan tölvupóst. Þetta er netfangi sem verður notað á archive.is til að senda þér tilkynningar og uppfærslur. Gakktu skugga að þú hefur aðgang að tölvupósturinn þar sem þú þarft að virkja nýja aðganginn með sérstökum tengli sem verður sendur á netfangi sem þú gefur upp. Í kennitölureitin þá slærðu inn kennitöluna þína og kennitalan er eingöngu notuð til að staðfesta að þú sett félagsmaður í sím og er aldrei sýnileg á ytri vefnum. Ef þú áttir upplýsingar þig í eldra kerfi umm.is hafa þar upplýsingar verið fluttar yfir í archive.is og tengir kennitalan þig við þær upplýsingar. Lykilorð, þá er slærið hérna valið lykilorð og svo staðfestur lykilorðið líka. Þegar þú hefur skráð persónulegar upplýsingar þig skaltu staðfesta þær með því að smella á nýskráning. Tölvupóstur frá archive.is verður sendur á netfangi sem þú notaðir til að nýskrá þig. Farðu inn í tölvupóstin þinn og opnaðu skilaboðin frá archive.is. Athugaðu að tölvupósturinn gæti hafa lent í ruslpósti. Fylgdu leiðbeiningunum í tölvupósturinn til að virkja og skrá þig inn á nýja aðganginn þinn. Og hér þarf að smella á linkin sem er gefinn í tölvupóstinum. Og þegar það er komið þá ertu búinn að búa til þín aðgang. Og nú til þess að skrá sig inn á archive.is þá smellir á innskráning, velur eða slærið inn notandanafnið og lykilorðið. Og að sjálfsögðu innskrá. Þá ertu búinn að búa til þína eigin síðu og getur fyllt út meiri upplýsingar þig sem listamann. Ef þú hefur gleymt lykilorðinu þínu, þá ferðu inn í innskráning og smellir á hnappinn gleymt lykilorð. Þá þarf að slá inn tölvupóstinn og ýtir á senda. Nú þá verður sérstakur tölvupóstur sendur frá archive.is á þetta netfang og þú getur farið inn í tölvupóstinn og opna skilaboðin frá archive.is á svipaða máta og þú stofnaðir aðganginn, þá getur þú núna fyllt leiðbeiningunum í tölvupóstunum til að virkja lykilorðið sem þú bjóst til svo þú getur skráð þig inn með nýja lykilorðinu þínu. Í næsta vídeó þá förum við nánar út í það hvernig við búum til okkar eigin síðu. Takk fyrir.